Fundi er framhaldið á Alþingi. Verður nú tekið til við atkvæðagreiðslur. Tekið er fyrir að 9.12. dagskrármálið fiskeldi. Stjórnarfrumvarp 647. mál á þingskjali 1060. Nefndarálit á þingskjölum 1573 og 1711 og breytingatillögur á þingskjölum 1574 og 1712. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Forseti hyggst haga atkvæðagreiðslunni þannig að greidd verða atkvæði eftir skjölum og fyrst verða bornar upp breytingatillögur minnihluta atvinnuveganefndar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. Eins og fram hefur komið í umræðunni þá er þetta margslungið mál en númer 1, 2 og 3 er mikilvægi þess að við búum hér til löggjöf fyrir þessa vaxandi atvinnugrein sem byggir á sjálfbærni, efnahagslega, umhverfislega og ekki síst samfélagslega. Hér fara einmitt allir þessir hagsmunir í raun saman en það er mikilvægt fyrir samfélagið að það ríki stöðugleiki í fiskeldi og til að hann sé til staðar þá verður að tryggja hagsmuni náttúrunnar. Ef það er gengið á umhverfið er gengið á fiskeldi sem svo hefur áhrif á samfélagið. Það er mín trú að hér séu stigin skref í rétta átt, sérstaklega með þeim breytingatillögum sem að minnihluti atvinnuveganefndar leggur hér til og ég hvet auðvitað þingheim til að samþykkja allar. En ég vil að lokum nýta tækifærið til þess að brýna hv. fjárlaganefnd til að tryggja að þær stofnanir sem að fjalla um málefni fiskeldisins hafi nægjanlegt fjármagn til að sinna sínu hlutverki sómasamlega enda er mikil ábyrgð sem á þeim hvílir bæði hvað varðar málsmeðferð og eftirlit. Á þingskjali 1712 töluliður 1 er breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar við breytingartillögu meirihluta atvinnuveganefndar á þingskjali 1574 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti hvetur alla hv. þingmenn til að greiða atkvæði fljótt og vel. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 712 töluliður 2 er breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar. Það er óskað eftir nafnakalli þessa breytingartillögu minnihluta atvinnuveganefndar. Við 3. grein tekið skal fram að fyrri efnismálsgrein breytingartillögunnar hefur verið kölluð aftur og kemur því til atkvæða. Þannig að það sem við greiðum atkvæði er síðari efnismálsgrein breytingartillögunnar. Það er hún sem menn óska eftir nafnakalli Þá eru allir með það á hreinu. Upp kemur talan 54. Þeir sem styðja breytingartillögu minnihluta atvinnuveganefndar segja að sjálfsögðu já og þeir sem ekki gera það segja nei eða greiða þá ekki atkvæði. Fyrst greiðir atkvæði Steinunn Þóra Árnadóttir. Segir nei. Svandís Svavarsdóttir er fjarverandi. Vilhjálmur Árnason er fjarverandi. Willum Þór Þórsson. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingmaðurinn fjarverandi. Þorsteinn Sæmundsson. Segir nei. Jarþrúður Ásmundsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Þórdís Kolbrún L. Gylfadóttir. Þingmaðurinn er fjarverandi. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Segir já. Þórarinn Ingi Pétursson. Segir nei. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði breytingartillögu minnihluta að óheimilt verði að heimila nýtingu Jökulfjarða í Ísafjarðardjúpi undir fiskeldi. Jökulfirðirnir eru að hluta friðland og hafa verið það í áratugi og voru það mjög framsýnt fólk á sínum tíma fyrir vestan sem að lögðu þá friðlýsingu til og ég tel að, og það er skoðun minnihluta, að það sé viðeigandi að við samþykkjum að ekki sé stunduð atvinnustarfsemi þarna á þessu svæði þar sem hvorki rafmagn, vegir eða aðrir innviðir og það sama ætti að heyra
fiskeldið. Þingmaðurinn segir Já. já. Andrés Ingi Jónsson segir nei. Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmaðurinn fjarverandi. Ari Trausti Guðmundsson segir nei. Ágúst Ólafur Ágústsson segir já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaðurinn fjarverandi. Ásmundur Einar Daðason segir nei. Ásmundur Friðriksson segir nei. Bergþór Ólason segir nei. Birgir Ármannsson Birgir Þórarinsson nei. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaðurinn fjarverandi. Bjarni Benediktsson segir nei. Björn Leví Gunnarsson segir já. Bryndís Haraldsdóttir segir nei. Brynjar Níelsson segir nei. Guðjón Brjánsson segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson segir nei. Guðmundur Ingi Kristinsson segir já. Guðmundur Andri Thorsson segir já. Nanna Margrét Guðlaugsdóttir Halla Signý Kristjánsdóttir, þingmaðurinn fjarverandi. Halldóra Mogensen, þingmaðurinn fjarverandi. Hanna Katrín Friðriksson segir já. Haraldur Benediktsson segir nei. Helga Vala Helgadóttir, þingmaðurinn segir já. Helgi Hrafn Gunnarsson segir já. Inga Sæland greiðir ekki atkvæði. Jón Gunnarsson, þingmaðurinn segir nei. Jón Þór Ólafsson segir já. Jón Steindór Valdimarsson segir já. Karl Gauti Hjaltason þingmaðurinn segir nei. Katrín Jakobsdóttir segir nei. Kolbeinn Óttarsson Proppe gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, óháð afstöðu minni til umrædds svæðis, þá verð ég að segja að ég var pínulítið hissa þegar ég sá þessa breytingartillögu. Við höfum hér dásama samvinnu þvert á meirihluta og minnihluta í vinnu allra þessar nefndar, en fyrst heyrði ég hugmyndir þetta þegar verið var að kynna álit minnihluta. Það að ákveða einhver sérstök svæði sem mörg hafa verndargildi, meira að segja svæði önnur sem verið núna að vinna að verndun eða skoða hana, sem eru burðarþolsmetin, mjög þarft verk að setjast yfir heildstætt. Ef að raunverulegu vilji hefði verið til að ná saman þetta, hefði átt að ræða þau mál þannig við vinnu alls málsins. Því miður var það ekki gert. Ég, algjörlega óháð afstöðu til þessa svæðis, get ekki tekið út eitt svæði af þeim mörgu sem ég var gjarnan til að skoða hvort þetta gilda sérreglur Því segi ég nei. Þingmaðurinn segir nei. Kristján Þór Júlíusson segir nei. Lilja Alfreðsdóttir segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir segir nei. Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég vil minna á það tæki sem við höfum til þess að skipuleggja haf- og strandsvæði, en við samþykktum hér lög fyrir ári síðan skipulag haf- og strandsvæða og þar höfum við aðferðir til að komast að niðurstöðu hvaða svæði við nýtum og hvaða svæði við verndum. Og ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Logi Einarsson segir já. Njáll Trausti Friðbertsson þingmaðurinn segir nei. Oddný G. Harðardóttir segir já. Ólafur Þór Gunnarsson þingmaðurinn segir nei. Ólafur Íslefsson segir nei. Óli Björn Kárason forseti fer víst full hratt fyrir skráninguna. Ritarar búin að ná þessu. Páll Magnússon þingmaðurinn segir nei. Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þingmaðurinn segir nei. Sigríður Á Andersen þingmaðurinn fjarverandi. Sigurður Ingi Jóhannsson fjarverandi. Sigurður Páll Jónsson segir nei. Silja Dögg Gunnarsdóttir segir nei. Smári McCarthy þingmaðurinn segir já. Steingrímur J. Sigfússon segir nei. Breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 16, 3 greiða ekki atkvæði. 2 greiða ekki atkvæði. Það nú eins gott að hafa það á hreinu. En niðurstöðurnar liggja fyrir. Tillagan felld með 34 atkvæðum gegn 16, 2 greiða ekki atkvæði.
Á þingskjali 1712 töluliður 3 er breytingatillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar við 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 1712 töluliður 4 er breytingatillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar og nú við 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 1712 töluliður 5 er breytingatillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar við 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, minnihluti atvinnuveganefndar leggur hér til hækkun á gjaldi í umhverfissjóð 5 krónur og er hugsunin þar fyrst og fremst að auka hvata til þess að fara í annars konar fiskeldi, þar að segja í lokuðum kvíum eða með geldlax. Þó að tillögur meirihlutans hvað þetta varðar, þar að segja að lækka gjaldið gagnvart þeim aðilum sem að nota lokaðar kvíar og geldfisk séu mjög góðar og við fögnum þeim einmitt í nefndarálitinu, þá teljum við að það megi ganga lengra í hvata til slíks fiskeldis og leggjum þessa breytingartillögu til. Þingmaður segir já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Ef svo er, þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 1712 töluliður 6 er breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar við 23. grein. B. Liður breytingartillögunnar hefur verið kallaður aftur og kemur því ekki til atkvæða og því verða nú aðeins greidd atkvæði A-liðinn og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér er búið að greiða atkvæði eða er að ljúka atkvæðagreiðslu tillögu minnihluta varðandi hvernig eigi að fara með umsóknir rekstrarleyfi á sjókvíaeldi á svæðum sem hafa verið metin til burðarþols. Ég veit ekki hvort að þingheimur gerir sér almenn grein fyrir því að þau svæði sem hafa verið metin til burðarþols í rauninni meiri hluti, allan stór hluti svæða á landinu. Það á eftir að ræða þetta náttúrulega ítarlegar þar sem að meiri hlutin hefur náttúrulega dregið sína tillögu til baka hvað þetta varðar, en ég held að þessi leið sem við leggjum hér til í minnihlutanum sé góð og hvet þingheim til að skipta skoðun og styðja hana. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 17. Þá verða greidd atkvæði breytingartillögur meirihluta atvinnuveganefndar. Á þingskjali 1574 töluliður 1 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ég átta á mig þá handum að ég held að ég kæmist hér aftur í við förum í seinna skjalið, en það er þá fínt að tala bara allar þær tillögur sem ég er koma á eftir. Ég vildi segja frá því að eins og kom fram varðandi tillögur minnihlutans þá hafa verið tillögur dregnar til baka þaðan. Það hefur einnig verið gert af hálfu meirihlutans og hugsunin með einstaka breytingartillögur og hugsunin er að vinna saman, nefndin vinni saman að því að sameina þær tillögur á milli annarrar og 3. umræðu og þær verði þá lagðar fram breyttar eftir þá vinnu hér við 3. umræðu.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Hverju er það ekki í fyrsta eins og? Ok. Já. Forseti vill útskýra að því að greiddur atkvæði eftir þingskjölum þá verða greinar svo breyttar allar bornar upp í lokin. Á þingskjali 1574 töluliður 2 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar aðra grein að hún orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu og einnig hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé í þeirri röð. Herra forseti, hér greiðum við atkvæði breytingartillögu meirihluta varðandi svokallaða samráðsnefnd fiskeldi sem er að mörgu leyti frábær hugmynd að það sé til staðar hópur nefnd sem sé ráðherra til skrás og ráðagerða, nei, eitthvað aðeins alvarlegra en það, en allavega til umræðu stöðu fiskeldis í landinu sem er mjög gott og mikilvægt. Hins vegar teljum við í minnihlutanum að það sé mikilvægt að þessi nefnd fjalli ekki hið svokallaða áhættumat erfðablöndunar, enda eru þarna inni hagsmunaaðilar en ekki sérfróðir aðilar hvað varðar erfðablöndun laxfiska og þar af leiðandi getum við ekki stutt þessa tillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, ég legg vekja athygli á því að breytingartillaga meirihlutans sem við erum að greiða atkvæði snýr í raun að því að bæta við fulltrúa í umrædda nefnd, að það komi fulltrúi umhverfis- og auðlindaráðherra. Mér finnst að mörgu leyti spennandi nýjung sem að kannski mætti skoða víðar í stjórnkerfinu að hafa svona samráðsnefnd sem að sest yfir umdeild mál. Nú er að þeim í okkar ágæta samfélagi sem ættir að ræða þau mál og í raun hvaða eina sem við kemur hverjum málaflokki fyrir sig. Ég ítreka hér að það er síðan Hafrannsóknastofnun sem gefur út áhættumat og ráðherra getur annaðhvort hafnað eða staðfest en ekkert annað. Þannig að óháð þessari nefnd þá er álit Hafrannsóknastofnunar bindandi. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 15 og önnur grein þar með ákveðin. Töluliðir 3, 18b og 18f, f innan sviga rómverski 6, hafa verið kallaðir aftur og koma því ekki til atkvæða. Þá verða greidd atkvæði aðra liði breytingartillögu meirihluta atvinnuveganefndar. Óskað hefur verið eftir því að sérstaklega verði greidd atkvæði tölulið 18 e-lið og hefst nú atkvæðagreiðslan þá breytingartillögu meirihlutans. Hafin er atkvæðagreiðsla tölulið 18 e í breytingartillögu skjali meirihluta atvinnuveganefndar. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með óskað eftir því að endurtaka atkvæðagreiðsluna og er orðið við því. Hefst nú að nýju atkvæðagreiðsla e-lið 18. töluliðar í breytingartillögum meirihluta atvinnuveganefndar. Verður þá allir með það á hreinu. Þá er atkvæðagreiðslu lokið og breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum gegn 2. Þá er að greiða atkvæði aðra liði breytingartillögu á þingskjali 1574 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Það er sem sagt frá meirihluta atvinnuveganefndar. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki.
Herra forseti, mér langaði nú bara að koma hérna upp til þess að skýra það og taka undir með hv. framsögumanni málsins, Kolbeini Óttarssyni Proppé, sem hann sagði áðan að samtalið og samvinnan í nefndinni var mjög góð og eins og fram hefur komið áður og teljum við þessar breytingartillögur aðrar en þær sem hefur verið fjallað sérstaklega hér á undan bara málinu til bóta og styðjum þess vegna þær breytingartillögur. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða loks greidd atkvæði greinar frumvarpsins svo breyttar og verða fyrst greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 28. grein og fyrirsögn frumvarpsins svo breyttar, þar sem 2. grein hafi þegar verið ákveðin og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hún var ákveðin í einni atkvæðagreiðslu, greinin í heild og þarf þá ekki að koma til atkvæða breytt. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til og með 28. grein og fyrirsögn frumvarpsins svo breytt eru samþykkt allt saman með 52 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 13. dagskrármáli taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður stjórnar frumvarp 710. mál á þingskjali 1134, nefndarálit á þingskjölum 1561 og 1713, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, eins gott, þetta er mjög spennandi. Hafa nú allir þingmenn greitt atkvæði eins og þeir ætla sér? Greidd eru atkvæðin 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 35 atkvæðum gegn 13, 3 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1561 töluliðir 1-3 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 2. til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 35 atkvæðum gegn 13, 4 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 6. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 6. grein svo breyttar eru samþykktar með 35 atkvæðum gegn 17. Í nefndaráliti á þingskjali 1713 töluliður 1 er breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar að 7. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við í minnihluta atvinnuveganefndar teljum eðlilegt að hluti af innheimtum gjöldum renni til sveitarfélaganna, enda verða sveitarfélögin fyrir umtalsverðum kostnaði, beinum og óbeinum vegna uppbyggingar atvinnugreinarinnar og leggjum því til að það verði sérstök deild innan jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem úthluti þeim fjármunum og fjármunirnir renni beint til sveitarfélaganna í stað þess að fara í gegnum einhvers konar sjóð þar sem að sveitarfélögin að minnsta kosti upplifa þannig að þau þurfa að fara bónleiðar til ríkis. Ég hvet þingheim til þess að samþykkja þessa breytingartillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þegar þetta eðlilegt sé að hluti teknanna fari til sveitarfélaga. Það er einmitt það sem að þessi grein gerir ráð fyrir í frumvarpinu
Síðan getur fólk haft skoðun á því hvernig best að koma því fyrir. Ég vil hins vegar segja það, forseti, að það að ákveða núna og að marka raun hluta þessara tekna, þannig að renni til sveitarfélaga, ég ætla að segja þessi nánast ógjörlegt eins og hægt í dag. Það þarf að fara í mun meiri skoðun á hvernig hægt að gera þetta, samkvæmt lögum markaðatekjur og svo framvegis. Hér verið að finna leið til þess að þrátt fyrir lagaumhverfið koma hluta teknanna til sveitarfélagana. Ég hvet okkur öll til að vera saman á þeirri leið, allar þær leiðir sem við leggjum til standist og síðan eins og kemur fram hér síðar leggjum við meirihlutanum til endurskoðun á öllu heila klabbinu. Og þá gerir að lokum grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, tillagan okkar bara sú að það sé nýtt kerfi sem allavega þegar til staðar að lágmarki þegar verið að taka auðlindagjald af nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar okkar, að það sé þá tekið upp þarna og sérlega ef að minna að fást fyrir það gjald sem verið að taka í frumvarpinu eins og stendur, eða eitthvað hvalreki eða eitthvað ófyrirséð eða hvað, þá skili það sér í meira mæli heldur en í gert í þessu frumvarpi til landsmanna og þá til helmings beint til þeirra nærsamfélagsins sem að hýsa þessa starfsemi. Og finnst það bara mjög eðlilegt að lágmarki að það sé gert þannig. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 35 atkvæðum gegn 17. Í nefndaráliti á þingskjali 1561 töluðu 4 breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 35 atkvæðum gegn 17. Þá að greidd atkvæðum 7. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 7. grein svo breytt samþykkt með 35 atkvæðum gegn 17. Í nefndaráliti á þingskjali 1561 töluðu 5 og 6 breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 8. grein og að ákvæði til bráðabirgða 2 falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar samþykktar með 35 atkvæðum gegn 17 og ákvæði til bráðabirgða 2 þar með brottfallið. Þá greidd atkvæði 8. grein svo breytta og ákvæði til bráðabirgða 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 8. grein svo breytt og ákvæði til bráðabirgða 1 samþykktar með 35 atkvæðum gegn 17. Í nefndaráliti á þingskjali 1713 töluðu 2 breytingartillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar að við frumvarpið bætist 2 ný ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti hvetur þingmenn og ráðherra til að gera upp hug sinn. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 15 og 3 greiða ekki atkvæði. Það óskað eftir endurtekningu á þessari æsispennandi atkvæðagreiðslu og verður orðið við því. Þetta töluð 2 í breytingartillögu skjalinu frá minnihluta atvinnuveganefndar að við frumvarpið bætist 2 ný ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og svo framvegis og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 35 atkvæðum gegn 14 og 3 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn mótmælir því harðlega og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Fiskeldi? Nei, frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum með óskaðir eftir öðru og það samþykkt.
Þá tekið fyrir 14. dagskrármáli dýrasjúkdómar og fleira. Stjórnarfrumvarp 766. mál á þingskjali 1217, nefndarálit á þingskjölum 1674 og 1823, framhald 2. umræðu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Mitt erindi hér upp að kalla breytingartillögu meirihluta atvinnuveganefndar sem í 6. tölulið til baka. Sú breytingartillaga varðar gildistöku frumvarpsins og hér með að boða fram breytingartillögu eftir að málið verði tekið út milli 2. og 3. umræðu annan gildistökutíma málsins. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði hið svokallaða ferskakjöt eða innflutning búvara, og eins og hefur komið fram mjög skýrt í umræðinu og allri umfjöllun þetta náttúrulega mjög umdeilt mál. Það sem þó svo áhugavert við þetta mál að þarna fara ótrúlegt en satt að miklu leyti saman hagsmunir hvað maður að segja þeirra sem hafa áhyggjur af smitsjúkdómum og neytenda. Enda það hagur neytenda, eins og kemur mjög skýrt fram í áliti Neytendasamtakanna til dæmis, að sú vara sem í boði hér á landi sé heilnæm og að það sé tryggt. Hins vegar var ég á málinu með fyrirvara vegna þess að mér finnst mjög mikilvægt að með þessu sé ekki verið að setja einhverja tollavernd eða annað slíkt, út af því að það er líka hagsmunir neytenda að hafa aðgengi að fjölbreyttri og ódýrri vöru. Þá hefst atkvæðagreiðslan og verða fyrst greidd atkvæði 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Þá atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 49 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Þá greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 2. grein samþykkt með 45 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1674 töluliður 1 og 2. Nei, það ómögulegt að búið að lýsa atkvæðagreiðslu og byrjað að Forseti biður hv. þingmenn að vera með á nótunum og hefðin svo að búið að lýsa úrslitum og byrja að taka fyrir næstu atkvæðagreiðslu, þá verður hún ekki svo á undan ekki endurtekin. En í þessu tilviki þá mun forseti gera þá undantekningu að hefja aftur atkvæðagreiðsluna 2. grein frumvarpsins og hefst hún nú. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 2. grein frumvarpsins samþykkt með 44 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1674 töluliðir 1 og 2 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar 2 nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 43 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og 2 nýjar greinar þar með ákveðnar. Í nefndaráliti á þingskjali 1674 töluliðir 3 til 5 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 3. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 44 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 8. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 3. til og með 8. grein svo breyttar eru samþykktar með 44 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1674 töluliður 6
eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar við 9. grein en hún hefur verið kölluð aftur til 3. umræðu og kemur því ekki til atkvæða. Þá verða greidd atkvæði 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 9. grein samþykkt með 36 atkvæðum gegn 9 og 7 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og til atvinnuveganefndar og það samþykkt. Þá tekið fyrir 17. dagskrármálið. Seðlabanki Íslands stjórnar frumvarp 790. mál á þingskjali 1251, nefndarálit á þingskjölum 1648 og 1671 og 1672. Það segja 3 nefndarálit á þingskjölum 1648, 1671 og 1672 og breytingatillögur á þingskjölum 1650 og 1829. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það eru 2 stórir gallar á þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi það orðsporsáhætta þegar Seðlabankinn fer í eins konar lögregluhlutverk með fjármálaeftirliti gagnvart fyrirtækjum. Í öðru lagi það hættan á pólitískum ráðningum á seðlabankastjóra og varaseðlabankastjórum 3. Seðlabankinn þarf að njóta trausts og ramminn sem við setjum starfsemina þarf að vera skýr. Og fjármálaeftirlitið þarf að vera heildstætt og öflugt. Lögin mega ekki bjóða upp á pólitísk áhrif eða hagsmunagæslu flokka og fjármálafyrirtækja eins og stjórnarmeirihlutinn leggur til. Við í Samfylkingunni erum á móti málinu en við leggjumst ekki gegn breytingartillögum meirihlutans en breytingartillögur minnihlutans eru hins vegar kallaðar til 3. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins sem eðlilegt skref í þeirri þróun sem átt hefur sér stað hér síðustu 10 árin. Og við eigum að fagna því að við höfum burði til þess að taka þau skref. Seðlabankanum ber að stuðla að stöðugu verðlagi fjármálastöðugleika og traustum og öruggum fjármálamarkaði. Stofnanaleg uppbygging endurspeglar þessi 3 meginmarkmið leið og byggt undir gagnsæi og valddreifingu innan bankans. Og meðal annars eru breytingartillögur meirihlutans í þá átt að auka valddreifinguna og auka gagnsæið enn frekar en gert var ráð fyrir í frumvarpinu. Hér liggja líka fyrir breytingartillögur minnihlutans sem ég lýsi ánægju minni með og munum við sjálfsagt fjalla þær hér við 3. umræðu, ekki síst tillögu að reglulega fari fram úttekt á starfsemi Seðlabankans á 5 ára fresti. Ég held að það verði gríðarlega mikilvægt, jafn mikilvægt og það fyrir okkur þingmenn að fylgjast með störfum og stefnu Seðlabankans á komandi árum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, þetta mál mál sem vel undirbúið og byggir á ráðgjöf innlendra og erlendra sérfræðinga þar sem verið að sameina í eina stofnun 2 stofnanir á sviði annars vegar peningastefnu, fjármálastöðugleika og fjármálaeftirlits. Við skipan seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra gilda sömu reglur og nú gilda, þar að segja hæfisnefndir sem skipaðar eru og háskólamenntun á því sviði. Þetta eru sömu ákvæður í gildandi lögum Seðlabankann sem voru nú samþykkt hér á Alþingi 2009 í frumvarpi flutt af Jóhönnu Sigurðardóttur, ef ég man rétt. Og mér finnst það með hreinum ólíkindum að hlusta hér á hv. þingmenn Samfylkingarinnar koma hingað aftur og aftur upp í þennan ræðustól og halda fram þeim rakalausa málflutningi að hér sé verið að ýta undir pólitískar skipanir. Ég bara vísa þessu á bug. Þetta rakalaus málflutningur og hv. þingmönnum Samfylkingarinnar svo sannarlega ekki sæmandi.
Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson atkvæðagreiðsluna. Hæstvirtur forseti, ég vildi leið og ég lýsi stuðningi við þetta frumvarp og það fyrirkomulag sem hér lagt til taka undir það sem hæstv. Forsætisráðherra sagði hér áðan, að dylgjur ákveðinna talsmanna Samfylkingarinnar, bæði hér í þingsal og eins í blaðaskrifum, að fyrirkomulag það sem gert ráð fyrir að sett verði á fót varðandi skipun seðlabankastjóra og aðstoðarbankastjóra eða varabankastjóra eigi að búa í haginn fyrir einhvers konar pólitíska skiptingu eða pólitískar skipanir. Þetta á sér enga stoð í veruleikanum og fráleitt og eins og hæstv. Forsætisráðherra orðaði það, þeim sem hafa haft þann málflutning uppi ekki til sóma og ekki til sóma að endurtaka það hvað eftir annað án þess að færa fyrir því nokkur rök. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, þetta mál þess eðlis að það þarf að ríkja mikil sátt það og að svo stöddu ríkir sú sátt ekki. Það ákveðin hætt alltaf þegar að vera saman svona mikilvægar stofnanir að það sé gert á ófullkominn hátt. Við höfum séð að gerast áður og að svo stöddu þá ekki hægt fyrir mig eða aðra í Pírötum að samþykkja þetta mál hreinlega vegna þess að hættunar eru svo miklar. Orðsporsáhættan, hættan af því að ákveðnir hagsmunaárekstrar verði til staðar innan þessari nýju stofnunar sem hefur af ýmsum verið lýst sem ríki innan ríkisins. Þannig að við munum ekki styðja þetta en engu að síður þá eru nokkrar góðar breytingartillögur sem koma frá minnihlutanum og þær munu gera þetta þó einhverju skárra. Og svo býst ég við því að umræðum framtíð og skipulag Seðlabankans sé ekki lokið. Það kemur aftur alltaf. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég heyri að málflutningur Samfylkingarinnar viðkvæmur stjórnarmeirihlutanum. Og ég vísa þeirri gagnrýni sem fram hefur verið sett að hæstv. Forsætisráðherra og fleiri hv. Stjórnarþingmönnum til föðurhúsanna. Ég hef áhyggjur af því að þessi mikilvæga stofnun sem Seðlabanki Íslands það sé verið að veikja hann með þessu frumvarpi. Við í minnihlutanum höfum lagt fram breytingartillögu til þess að bæta málið og setja inn öryggisventil. En það ekki bara Samfylkingin sem hefur áhyggjur af því að þegar Seðlabankinn verður orðinn svo valdamikill og með slíkt umfang undir að það sé hætta á pólitískum afskiptum. Það eru bæði innlendir og erlendir sérfræðingar sem hafa haft uppi þessi varnaðarorð og við ættum auðvitað að hlusta á þau og bæta málið þannig að við lendum ekki í þessum vanda. Og það það sem við í Samfylkingunni viljum að þingheimur íhugi hér fyrir 3. umræðu þessa máls. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég stundum hugsi yfir því sem við leyfum okkur að segja í stjórnmálum í dag, hvort sem hér inni eða ekki. Það að saka hæstv. Forsætisráðherra sem verið að gera það að vera hérna að setja fram eitthvað frumvarp til að undirbúa jarðveginn til að skipta pólitískt einhverju hnossi sem séu seðlabankastjórar. Ég hef af og til hugsað það og sjaldan ég hugsaði í þessum þingsal þegar ég hlustaði á þennan málflutning. Hvort að við séum kannski aðeins búin að gleyma okkur í pólitíska atvinnu. Hvort að við hugsum alltaf til enda það sem við segjum. Hvort að í dægur karpinu skiptir það meira máli hvað við segjum hverju sinni heldur en hvaða afleiðingar það hefur eða hvað við erum í raun og veru að gefa í skinn. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég mótmæli fullkomlega því að sjónarmið Samfylkingarinnar hafi eða sé ómálefnaleg eða byggi á dylgjum eða órökstuddum áhyggjum. Það er einu sinni þannig í lífinu, hv. þingmaður, að maður dregur lærdóm af sögunni og nógu oft höfum við upplifað slík helmingaskipti að við hljótum að reyna að setja fram frumvörp sem að koma í veg fyrir að það sé mögulegt. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, mér þykir miður að umræðan þróist með þeim hætti sem hún nú gert hér þegar við greiðum atkvæði. Það er auðvitað þannig og það vita hv. þingmenn að það verður staðið og hefur verið staðið faglega að ráðningu seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra og það verður gert samkvæmt því frumvarpi sem hér liggur fyrir. Að gera því skóna að einhver annarleg sjónarmið liggja að baki er eingöngu tilraun til að grafa undan þeim trúverðugleika sem að við öll hér inni verðum að sameinast að ríki gagnvart Seðlabanka Íslands. Og það er fullkomlega óábyrgt að tala með þeim hætti sem hér er gert, að gefa það í skyn að það sé verið að búa til einhvern farveg fyrir pólitískar ráðningar þegar að allir hér inni vita að það er rangt. Það er rangt. Og það er verið að gera lítið úr væntanlegu seðlabankastjóra sem tekur við nýju starfi hér í ágúst. Það er verið að gera lítið úr þeim sem taka við stöðu varaseðlabankastjóra og verst er að þetta er tilraun til að grafa undan trúverðugleika Seðlabanka Íslands sem ég held við erum öll sammála að við ætlum að standa vörð um. Eins og fram kom voru breytingartillögur á þingskjali 1829 frá 1. minnihluta kallaðar aftur og koma því ekki til atkvæða og hefst nú atkvæðagreiðslan og verða fyrst greidd atkvæði 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslan er hafin. Greiddur atkvæði 1. grein frumvarpsins. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði, þá er atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 16, 9 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði með 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 4. grein eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 16, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 650 töluliðir 1 til 13 eru breytingartillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 5. til og með 46. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 5 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 1 og 24 greiða ekki atkvæði. Og þá verða greidd atkvæði 5. til og með 46. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 5, svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 46. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 5, svo breytt, eru samþykkt með 28 atkvæðum gegn 16, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 650 töluliður 14 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og hefur hún verið kölluð aftur og kemur því ekki til atkvæða. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 16. dagskrármálið. Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, stjórnarfrumvarp 765. mál á þingskjali 1216, nefndarálit á þingskjölum 1648, 1671 og 1672 og breytingartillögur á þingskjali 1649. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 1
24 greiða ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæði aðra til og með 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 7. grein eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 1, 24 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 649 töluliðir 1 til 21 eru breytingartillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 8. til og með 127. grein og 3 nýja kafla með 3 nýjum greinum sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar samþykktar með 28 atkvæðum gegn 1 og 24 greiða ekki atkvæði og eru þar með og 3 nýjir kaflar þar með og greinar þeirra þar með ákveðnar. Og þá verða greidd atkvæði með 8. til og með 127. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. til og með 127. grein svo breyttar eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn 1 og 24 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og til efnahags- og viðskiptanefndar og er það samþykkt. Þá er ekki gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í kvöld. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Forseti biður þingmenn að doka aðeins við áður en þeir fara úr salnum. Virðulegi forseti, ég vildi bara segja vegna þess að hérna áðan þá var kallað eftir endurtalningu, eftir því að atkvæðagreiðsla er endurtekin og virðulegur forseti átaldi það þá að þingmenn var ekki að fylgjast með. Ég vildi bara að það kæmi hérna fram, ég heyrði úr sæti mínu þarna kallað úr þessum hluta salsins að það væri kallað eftir atkvæðagreiðslu. Ég var að fylgjast með, hv. þingmaður sem kallaði eftir endurtalningu var að fylgjast með, hv. þingmaður sem kallaði eftir endurtalningunni, endurtekningunni var að fylgjast með og gera á réttum tíma. Það greinilega komst ekki til virðulegs forseta sem getur vel gerst. Ég aðstoðaði hv. þingmann með því að kalla eftir þessari endurtekningu. Ég vildi bara koma þessu til skila vegna þess að satt best að segja það þreytir mig svolítið að heyra virðulegan forseta tala við þingheim eins og einhver óþæg börn sé að ræða, eins og sé ekki að fylgjast með. Það var ekki tilfelli í þetta sinn. Ég vildi bara að kæmi hérna fram. Forseti þakkar alveg kærlega fyrir þessar upplýsingar og niðurstaðan er svo að það hefur þó verið forseti sem ekki var að fylgjast nógu vel með og þá bara tekur forseti það á sig. Útbýtt er á fundinum þingskjali 853 staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum nefndarálit með breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar. Þá eru tekin út af dagskrá og mikinn söknuð á nefa 18. til og með 21. dagskrármálið og liggur þó ekki fleira fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá en gera má ráð fyrir því að hann hefjist klukkan 11 í fyrramálið. Fundinum er slitið.